Húsakynni Háskólans á Akureyri eru ansi einmanaleg þessa dagana. Hér meira og minna slökkt á ljósum og afar fáir á ferli. Það kemur engum á óvart að fámennið vegna COVID-19 sóttvarna en nemendur eru allir að stunda nám í fjarsambandi við kennara og skólan þessar mundir. Sigríður Arna Lund nemi í iðjuþjálfunarfræði og formaður Eyrar félags heilbrigðisnema við skólan og hún segir okkur frá lærdómskvöldum sem félagið hefur haldið í netheimum. Háskóli miklu meira heldur en bara að sitja fyrir fram á bækunar og hlusta á fyrirlestra og taka próf. Þetta líka bara að byggja upp tengslanett og kynnast fólki og geta rætt námið og svo bara að geta lyft sér aðeins upp og heist og gert eitthvað allt annað heldur en sem tengist náminu og bara geta mætt upp í skóla og spjalla við aðra nemendur jafnvel þótt sé ekki á sama svið og þú. Þetta bara svo ótrúlega stór partur. Þannig að hvernig tilfinning fyrir þig að koma hérna núna? Þetta ótrúlega skrítið. Þú veist, maður einhvern veginn svona mér líður eins og ég sé að koma, þú veist, eftir þú veist, bara þegar skólinn lokaður og allt búið. Þetta svona eins og einhver draugaskóli líka við og það ótrúlega leiðilegt. En þú veist, það náttúrulega verið að reyna að nýta fjarfundabúnað eins og hægt og bara í gær þá var SA með uppistandskvöld bara rafrænt sem var heppnaðist ótrúlega vel og það náttúrulega bara allir að leita lausna til þess að láta þetta ganga. Nemendur bara svo einangraðir og sérstaklega nýnemar bara hafa ekki mætt í skólan, hafa ekki hitt nemendur, kennara og upplifa sig bara eina og bara ekki part af háskólanum. Þetta bara rosalega skrýtnir tímar og ég get bara rétt ímyndað mér, þú veist, þegar ég var að byrja flutti norður þekkti engan, ég hefði enst í svona tæpan mánuð, hugsa ég, ef ég hefði bara ekki getað mætt upp í skóla og hitt nemendur, þannig að okkur fannst bara vera alveg rosalega mikil þörf fyrir að búa til eitthvað umhverfi sem að nemendur gætu hist. Hvernig skipulögðu þetta? Eða hvernig fer þetta fram? Við höfðum samband við kennslumiðstöðina, fengum sem sagt Zoom-link eða bara Zoom-aðgang þar sem við getum verið með sem sagt ekki bara í 40 mínútur, heldur bara eins lengi við viljum og getum skipt upp í breakout-rooms. Svo höfðum við bara samband við sömu kennara voru í fyrra með uppröfunanámskeiðin og spurði hvort þær voru tilbúnar að taka að sér að kenna á þessum námskeiðum og þær bara tóku mjög vel í það. Og þá í rauninni bara fórum við af stað með fyrsta kvöldið og eftir það kvöld þá vorum við með bara könnun, byggum við bara til svona inn á Google þar sem að fólk svaraði bara, þú veist, hvernig þetta hefði reynst þeim og hvort þau voru með einhverjar hugmyndir og það sáum við bara að fólk var alveg ótrúlega ánægt með þetta og fannst svona að það upplifði sig ekki jafn mikið svona ein og svo erum við líka að reyna að hvetja bara nemendur af öllum árum til þess að mæta og bara búa til vettvang fyrir nemendur til þess að geta hist og spjalla námið. Fyrsta árs nemar í hjúkrunarfræði læra stíft undir svokallaðan klásus sem niðurskurðarpróf. Ef því ekki náð, þarf nemandinn að hætta. Til að byrja með þá klásus alltaf stressandi. En að þurfa einhvern veginn núna eru nemendur bara miklu meira einhvern veginn einir. Og þannig að ég held að fólki líður ekkert nógu vel og bara mjög kvíðið. Og finnst það kannski svolítið bara einhvern veginn standa eitt í þessu. Eru þau að nýta sér það að geta spurt eldri nemendur út í allt mögulegt á þessum lærdómskvöldum? Já, það bara myndust mjög góðar umræður og maður væri bara til í að geta búið til fleiri vettvangi og til fyrir nemendur til að spyrja ekki endilega bara á þessum lærdómskvöldum. En það bara spurning hvernig maður framkvæmir það. Það kennarar séu mjög meðvitaðir hver staðan og reyna að gera allt sem þau geta til þess að tengja nemendur betur og að þau upplifa að þau geti haft samband. Þrátt fyrir þögn á ganginum þá starfsemi skólans ekki í dvala. Háskólinn á Akureyri mjög framarlega á sviði sveigjanlegs náms eða fjarnáms og nú býr skólinn vel að því að hafa unnið þá vinnu. HA náttúrulega komið mjög langt hvað varðar fjarkennslu og að nýta sér rafrænar leiðir til þess að vera í sambandi við nemendur. Þannig ég held að það sé náttúrulega klárlega styrkleiki skólans. En þetta náttúrulega bara aðri tímar, þetta bara ennþá meiri áskorunir sem að mér finnst
á mörguleiti skólinn búin að tækla vel, auðvitað náttúrulega bara eru allir við erum að gera þetta allt í fyrsta skipti. Það er forvitnilegt að vita hvort það hafi áhrif á nemendur í heilbrigðisvísindum að fylgjast með álaginu sem hvílir á heilbrigðiskerfinu í baráttunum við COVID-19. Já, sérstaklega bara ef ég bara eins og til dæmis að vera að fara í verknám. Það vorst að fara inn á eins og bara spítala og þessa staði sem að mesta álagið og ég get bara sagt frá minni reynslu, nú ég í verknám með alla þessa önn og það er rosalega mikið álag á manni að þú veist, maður eiginlega fer ekki neitt út af því að þú ert svo hræddur að bera smit inn á staðinn sem þú ert og þú ert að vinna með viðkvæmum hóp af fólki. Þannig að ég finn það mjög mikið hjá nemendunum innan heilbrigðisvísindasviðs að þau eru virkilega stressuð bara upp og geta klárað námið sitt. Þú veist, ef þú lendir í sóttkví eða smitast að þú ert kannski gert frá í 2 vikur, að það hefur bara gríðarlega mikil áhrif og ég tala nú ekki líka bara ef maður myndi bera smit inn á staðinn, þú veist, það er eitthvað sem enginn vill gera. Þetta er ekkert að draga úr fólki að vilja starfa á þessum vettvangi? Ég hef ekki fundið það, sko. Nei, ég allavega ekki tekið eftir svona þannig umræðu, sko. Alls ekki. Fólk kannski styrkist bara í því að vilja geta hjálpa til. Já, ég held það. Mér finnst maður svona þótt að þetta sé taki á og þá samt finnum maður bara hvað þetta er mikilvægar starfsstéttir og hvað maður getur gefið mikið af sér.